Þið héldu að ég gæti ekki neitt. En nú getið þið étið það allt onni ykkur. Þið héldu að ég væri vitleysingur. En það eru þið sem eru vitleysingarnir. Þið eru fífl. Ykkur grunnaði aldrei að ég ætti eftir að byggja eldflaug sem á eftir að koma mér til tunglsins. Ég á eftir að verða fyrsti Íslendingurinn til að ganga á tunglinu. Og þá getið þið öll skammast ykkar. Ég fari núna og ég á ekki eftir að sakna ykkar. Svo farið þið öll í raskat. Og þessi hundaskítur hérna út allan garð. Ég er búinn að fá mig fullsatan að þessu. Ertu búinn að tala við Árna? Ræðum ekki það. Ég læt ekki bræðurnar kúa fé út úr Sigríði. Hannes hefur fengið minnið aftur. Það skiptir ekki máli. Lárus er horfinn með ljósmyndirnar. Hvað áttu við? Hvað Sigurbjörn og Arvin? Ég er hinn rétti erfingi. Ég ber barn ofurstans undir í belti. Það er Líi! Líf! Já, það er ég! Kannski betur þekkt undir nafninu Rauða Perla. Við erum fóstbræður og þetta er okkar framlag. Hæ, ég er 25 ára, vel stalkur karlmaður, sólbrúnn og ljósherður og hef áhuga á að kynnast þér. Hæ, ég er 25 ára, ljóshærð, mjög vel vaxin og ég er til í allt. Í hverju ertu? Sjálfur er ég nakinn, nýkominn úr sturtu. Ég er í nýjum undirfötum og núna ríf ég mig úr brjóstahaldarann og stinnar geirvörturnar skjótast fram og bjóða góðan daginn. Ég strýk á mér loðna bringuna. Hvað ert þú að gera? Ég er orðin mjög æst og ég er að klæða mig úr svörtu silkinærbuxunum. Ég læt hendurnar strjúkast eftir sveittum innanverðulærunum og hugsa loðna bringu þína og stinna. Aftur endan. Mér finnst gott að sitja þarna framan tölvuna og snakin og tala við þig. Já, góða kvöldið. Við erum hérna frá söfnuðunum Dómsdagur sólarinnar. Já. Megum við tala við þig Guð? Ég er nú frekar upptekinn, sko. Nú, hvað ertu að fara að gera? Já, ég ætla að fríða mig í bíó. Nei, það skaltu ekki gera vegna þess að bíómyndir eru verkfæri djöfulsins. Það er éta sálina. Já, við verðum að halda sálinni hreinni, er það ekki? Já. Já, við höfum hlotið guðlega opinberun. Nú og heimsendir er á næsta leiti og okkur datt svona í hug hvort að þú var ekki til í að öðlast eilíft líf. Já, hvað, kostar það eitthvað, sko? Nei. En þú eru allavega að ganga í söfnuðinn. Já, ég er nú frekar illa við það, sko. Nú, þú vilt kannski frekar kalla yfir í reiði Guðs? Nei. Þá skaltu bara skrifa nafnið þitt hér undir og þá ertu orðinn útvalinn og Guði þóknanlegur. Hérna. Fylgja þessi einhverjar skuldbindningar? Nei, alls engar, en hérðan í frá heitir þú Ramavababab. Heit ég Rama? Þú ert bara kallaður Rama. Já.
Já, það hljómar ekki illa. Er þetta komið þá bara? Já, hérna í frá máttu heldur ekki segja neitt sem byrjar á B. Nú, akkur ekki? Það er djöfullinn. Það var að komið. Nei, og svo þeir að gefa allar eigur þínar. Þú gefa allar eigur mínar? Já, en í staðinn færðu þennan kubl 100% bómull. Fyrir ekki hvað ég segi. Heyrðu, getur lánað mig fyrir miðanum? Hvað er að sjá þig, Albert? Nei, kallaði mig bara Rama. Ný kápa, komdu. Já, síðan getur við að fara með rókina á Seyðisfjörð. Ég heiti Finnur Frans Viktorsson. Skákmaður. Ég stefnaði að ná nógu mörgum elóstigum til að ná stórmeistaratitli. Það gengur ekki alveg nógu vel, sko. Nei, sko, riddarinn fer ekki beint áfram. Riddarinn fer svona og síðan á ská. Já, alveg rétt. Þú hoppar alltaf hingað og aftur bak, skilur. Þannig að, þú veist, þetta er eini leikmaðurinn sem getur. Það eru ennþá nokkur atriði sem að svona vefjast fyrir mér. En peðið, það fer alltaf á ská? Nei, það fer annarkvort. peðið fer alltaf áfram nema þegar það drepur, þá drepur það á ská. Ég sagði þér þetta í gær. Já, nema þegar það drepur, já. Það þýðir ekkert að gefast upp. Ég veit að það er æfingin sem skapar meistarann. Jafnvel stórmeistarann. Sofðu unga ástin mín, nú kominn verndarinn. Kapítalismi og kjarnorkuvá það sem koma skal. Ég bara íslenskt þjóð sem yrki hér mitt kjarnorkuljóð. Stöndum saman ég og þú og reisum samyrkjubú. Hver man ekki eftir dúettinum Plató sem vakti mikla athygli snemma á 8. áratugnum. Dúettin skipuðu systkinin Sonja Bára og Tryggvi Már Baldursbörn. En hvar eru þau í dag? Já, við erum hér enn og höfum engu gleymt. Á meðan að málstaðurinn til staðar, þá erum við til þess að berjast fyrir hann. En nú hefur ekki mikið heyrst frá ykkur undanfarið. Það er vegna þess að við höfum verið útilokuð frá útvarpsstöðvunum sem að allar þjóna sama húsbóndanum. Já, afturhaldskapitalista-öflin hér á landi hafa gert sitt til að vera þrándur í okkar götu því að þau þola ekki að það sé tekið á hættulegum málum í svokallum dægurlögum sem eru nota bene einhver öflugasta áróðustækni sem hægt er að nota í, það er að segja, maður vill ná til fjöldans. Við erum ekki óskabörn borgarasettarinnar, svo mikið er örugt. En nú hafið þið ekkert gefið út frá því árið 1977? Já, það er vegna þess að við neitum að gefa út svokallaða geisladiska sem eru fyrir okkur blótsýrði og afleiðing hentistefnu bandaríska stórfyrirtækja til að hefta sannleikann í stafrænt form. Við látum ekki flokka okkur eins og sauðfé. Plató hefur aldrei verið handbendi auðvaldssinna. En verður þetta til þess að við höfum ekki eftir að heyra neitt nýtt efni frá Plató? Jú, það var náttúrulega æðsti draumur bandarískra hermanna og auðvaldssinna á Íslandi. Það heyrðist aldrei neitt meira frá Plató. En jú, við erum sko með fullt af nýju efni. Já, Plató mun halda áfram að breyta þjóðfélaginu þar til við vinnum. Dúettin Plató hefur fengist til að frumflytja hér glænýtt lag. Gjöru þið svo vel. Lagið sem við ætlum að flytja heitir Heil þér íslenska móðir. Í norðurhöfum býr lítil þjóð sem unir glöð við sig. En í Víetnam þar rennur blóð, blóðið mitt og þitt. Milli austurs og vesturs þar geisar stríð, á Kanasjómar horfir fjallkonan fríð. Og amerísk lágmenning flæðir yfir landið í vaxandi erg og gríð. Þú Ísland
íslenska móðir, þú íslenska barn, þú rússneski bróðir og kjarnorkuskarn. Hvenar munu verka menn þeirra sín sár, hver mun þerra okkar tár? Jæja, hvernig líst þér á þig? Já, bara vel. Já. Þú átt nú eftir að komast að því að það er mikill munur á því að vera nemi eða fullburða læknir. Já. Heyrðu, ekki veita þessum of miklar upplýsingar, hann er svolítið hysterískur. Já. Jæja, Sigfús, blessaður. Já. Blessaður. Heyrðu, þetta er hann Tryggvi hérna. Já. Hann er læknanemi. Já. Hann ætlar að hugsa um þig. Já. Ef þú hefur einhverja spurningar, bara spyrðu hann. Já. Allt í lagi? Já. Hæ. Hæ. Jæja. Hvernig lítur þetta út með mig? Ekki vel. Nú, en fer þetta ekki að lagast? Nei, alls ekki. Nú, já. Þú munt missa málið fljótlega. Hæ? Og þú munt líka missa vitið. Og að lokum muntu kafna. Og þú munt líka blindast. Þú er mjög ofbeldishneiður eftir þú blindast. Hvað á ég þá mikið eftir? Mest alveg 10 mínútur. 10 mínútur? Jafnvel ekki svo mikið. Fyrirgefðu. Hvað ertu að segja við manni? Það er ekkert að honum. Ég held að þú verður að segja það. Jæja. Þú stendur þig bara vel. Góð byrjun. Gengur. Ok. Er erfitt að vera síamstvíburi í dag? Þríburi. Ha, þríburi? Já, við erum sko síamstríburar. Það er sko Gunni bróðir, hann gleymist alltaf. Hann er sá þriði. Nú. Já, ég er nú kannski sá okkar bræðrana sem fær hvað minnst athygli. Mér finnst hún kannski svolítið skítt. Ég man nú þegar við bræðurnir fórum til Spánar og strákarnir fengu salmonelluna, þá var ég nú dálítið bundinn inni. Þannig að ég fekk enga brunku eða neitt og þurfti að koma skjarnahvítur heim. Þetta hefur svona sína galla. En þið eru allir í fastri vinnu, er það ekki? Já, ekki ég. Mér finnst það nú reyndar svolítið ósanngjarnt. Ég var hafnað daginn þegar ég sótti sem aðstofamaður tannlæknis á þeim forsendum að ég væri svo andfúll. Þannig að þetta er ekki alveg neitt sérstaklega sanngjarnt. Já, já. En ykkur hefur aldrei dottið í hug að fara í aðgerð? Býtu, aðgerð? Já, láta skilja ykkur að, skilja ykkur í sundur. Já, fylgir ekki alveg. Nú er hægt að láta skilja ykkur að, síamstvíbura og þríbura. Æ, ég veit ekki, það tekur því nú alla. Það er nú ekki eins og þetta sé einhver fötlun. Má ég spyrja ykkur, ég veit að þetta er viðkvæm spurning, en hvernig gengur í kynlífinu? Já, það gengur ágætlega hjá okkur Villa, sko. Við erum okkar kærustur, en það er erfiðara með Silla. Hann er nefnilega samkynhneigður og maður fær það stundum á tilfinninguna að maður sé svona svolítið fyrir. Komdu sæll, Finnur. Þú ert vonandi ekki búinn að gleyma mér. Ég hef engu gleymt. Fékkstu sendinguna frá tvíburunum? Tölum ekki það. Ég kom hingað til að ræða Hlín. Já. Það andar ennþá köld á milli hennar og Pálma.
Pálmi getur sjálfum sinnum kennt. Hann bara leiksoppur Svövu og Svava svíst einskis til að ná í arfinn. Hlín hinn rétti erfingi. Ég læt ekki Hlín setja mér neina úrslitakosti. Það veit allur bærinn ástarsamband hennar og Ólafs og lögreglan heldur að hún hafi myrt Stefán. Ég veit betur. Ég fekk dularfullt símtal í morgun frá manni sem kaus að kalla sig vin. Og hvað? Árný setti þetta allt á svið fyrir Guðmund og bræðurna. Geir ekki dáinn. Geir á lífi. Gerir Hlín alvöru úr hótunum sínum? Finnur ennþá sár út í unni? Var Pálmi ekki dáinn? Hlín kannski Geir? Hver dularfulli maðurinn? Mistu ekki af næsta þætti. Góðan daginn. Góðan daginn. Get ég aðstofað? Já, mér vantar ilmvatn. Já, fyrir döm eða herra? Hann þetta fyrir föður minn, sko. Hann gamall maður. Já. Hvað með Old Spice? Það mjög mikið keypt af eldri mönnum. Ég átti ekki eitthvað sem lyktsterkara. Eitthvað svona sem eyðir annarri lykt. Það svolítið. Þú veist hvernig þetta með gamalt fólk oft. Já. Hvað segir svitaspray? Já, ég ætla að fá einn brús af því. Svo ég líka að fá eitthvað ylvatn. Ylvatn? Já, eða rakspíra, eða bara eitthvað sem eyðir annarri lykt. Það mjög vond lykt af gamla manninum. Já, ég skil. Þú ert kannski að meina munnskol? Nei, eitthvað sem eyðir lykt, eitthvað lyktsterkt. Það ekki líft heima, sko. Og við höfum alltaf búið saman, feðgarnir, sko, og ég vil ekki neyðast til þess að flytja. Já. Veistu eitthvað hvaðan þessi lykt kemur? Já, bara af honum. Kunningi minn segir þetta sé eðlilegt, en mér finnst þetta bara fyrst og fremst óþægilegt. Já, það væri nú betri ef að pabbi þinn kæmi sjálfur. Já, hann nú reyndar hérna frammi. Ég vildi ekki koma með hann inn, sko. Já. Hann sofandi? Nei, hann dáinn. Silvíða kærasta mín. Komdu sæl. Hæ. Gaman að sjá þig. Ekki rétt að ég fræði aðeins Silvíu á því hvað við erum að gera? Jú, endilega. Jú, ég mjög forvitin. Já, við hérna hjá Dómstegi Sólarinnar erum kannski ekki mörg, en við erum svona útvalin börn Guðs. Já, einmitt. Albert var búinn að segja mér frá þessu. Við höfum áreiðanlega vitneskju fyrir því að dómsdagur sé næstu mánaðamót. Þá mun sólin gleypa jörðina. Já. Já, ég meina það ekkert ósæðilegt. Nei, við höfum mjög áreiðanlega vitneskju fyrir því. Faðir minn á himnum sagði mér frá því eigin persón. Já, einmitt. Albert búinn að segja mér frá þessu. Nú hann alltaf búinn að vera í þessum svefni í dálítinn tíma, en ég veit mjög lítið þetta, nema bara af afspurn. Hvað það nákvæmlega sem þið viljið að ég geri? Var Rama semst ekki búinn að segja þér frá þessu? Nei. Það nú ekkert svo svakalegt. Við förum bara fram á það sem Guð ætla að stila þér. Hvað það? Við ætlum að fá fórna þér hér á altarinu. Veitu hvað áttu við? Já, við fórnum konunum fyrst og síðan tökum við sjálfurinn eitur daginn fyrir dómstag og svo hittumst við öll á himnum. Hljómar nú ekki illa, elskan mín. Mér líst nú ekki alveg nógu vel á þetta. Reyndu að treysta mér einhvern tíma. Já, þetta treysti þér. Mér finnst þetta bara óþægileg tilhugsun. Það eru allar konurnar búin að samþykkja þetta nema þú. Já, það já. Men þú hlýtur að sjá lógíkina í þessu. Já, þetta ger ég það. Mér finnst það bara fyrst og fremst óþægileg tilhugsun að láta fórna sér. Hvernig þetta gert? Dómsdagur sólarinnar. Ég illt í magann, mér finnst þetta óþægilegt. Ekki örvanda, elskan mín. Þetta verður allt í lagi. Nei, veistu, ég er hættið þetta. Sleppiði mér. Meðtak þú þessa aumu sál og veit henni viðtöku í paradís eins og þú varst búinn að lofa. Vil ég gera svo vel að taka þessa föt af hausnum á mér eins og skot? Kæru sjónvarpsáhorfendur,
Þessi litla dæmisaga sýnir að við ætlum að gæta okkar á falsbámönnum. Dómstagur verður ekkert á einhverjum fyrirfram ákveðnum degi. Dómstagur getur komið hvenær sem Кладеми брясневы аж на росте. Сплётся, столь зяя гага. Борис, да, нет, идётский. Пётр, Леонид, Сблядлет. Знепский, Смирнов, Када. Комир, Зирkov. Ég hef helgað Atla Björnsyni mestallan minn tíma, síðastliðin 5 ár. Hann hefur rétta líkamsbyggingu og rétta íþróttaandan. Býr yfir miklu baráttuþreki þessi strákur. Hann er heilbrigð sál, í heilbrigðu líkama. Duglegur og kraftmikill. Það er kannski bara eitt sem að hefur háð okkur á stórmótum og hann sekkur dálítið. Hann flýtur ekki almennilega í vatninu og það er svona galli. Þetta er, ég lít nú á þetta sem minniháttar tæknilegt vandamál. Þetta kemur allt. Mamma, hvað þú að gera hérna? Þú kemur ekki með til hana Elsu? Pabbi þinn segir ég sé svo kynkoltæfisbesta, ég sé hérna þá bara í ísskápnum. Já, hvað, er þetta ekki óþægilegt að vera hérna? Þetta er alveg örugglega ekki eins óþægilegt og er fyrir hann pabba þinn að sofa hjá mér. Hvað er þetta maður? Ætlar að vera hérna áfram? Já, það er best að ég sé hérna áfram með henni. Ég er svona kynkoltæfisbesta, ég sé þá bara almennilega köld. Ég verð þá bara alveg ískynköld. Viltu mjólk og sopa? Nei, takk. Viltu ávöxt? Nei, takk. Þú verður að borða eitthvað, krakki. Já, bless. En þú, pabbi, ætlar að koma með til Elsu? Nei, ég er víst með kynlíf á heilanum. Það er víst best að ég sé hérna inn í uppþvottavélinni og reyna að þvo af mér þessar saurögu hugsanir. Ég hugsa víst ekki annað en kynlíf. Já, ég skila það bara kveðju. Já, minn. Bless á veður, minnur. Já, bless. Viltu ekki fá þér jógúrt eða eitthvað með þér í nesti? Nei, takk, mamma mín. En get ég mátað svona? Nei, þú getur það ekki. Drottningin hoppar ekki yfir mann. Ég var búinn að segja þér það að riddarinn er eini leikmaður sem má hoppa. Þannig að ég geti runni, ég gæti hoppað hingað? Nei, þú getur það ekki vegna þess að þetta er allt of langt. Rosalega er hann huggulegur, maður. Hvað er þessi nýja þarna? Ég gefi mikið fyrir að vera jafn huggulegur og hann, maður. Það segjum tveir. Hefurðu tekið eftir honum Bjössa? Hann er rosalega huggulegur. Það samsvarar sig vel. Já, samsvarar sig alveg rosalega vel. Gannaði við. Já. Við erum ekki huggulegir. Nei. Við erum ljótir. Já. Við höfum að minnsta kosti fasta vinnu. Já, það er meiri margir aðrir geta sagt. Slökku af mér hérna! Ég næ ekki puttar úr höndum á mér!